Já. Heils ykkur í Jesú nafni. Í dag langar mig að fjalla hvers að vænta í framtíðinni. Getum við eitthvað vita hvað í vændum næstu misseri? Hefur Biblían eitthvað að segja okkur það? Verður árið 2026 gott ár eða verður það slæmt ár? Verða náttúruhamfarir, átök eða stríð? Mun eitthvað gera sem mun hafa áhrif á okkar líf, persónlega? Verður líf okkar bærilegra eða þurfum við að takast á við einhverja erfiðleika? Líklega höfum við mesta áhyggjur og áhuga á að vita hvað verður okkur persónlega. Og því leita margir ýmissa leiða til að sjá hvað mun verða og hvers að vænta. Vinsælt að fletta í blöðunum og lesa alls konar spár, bæði frá fræðimönnum og svokölluðum spámönnum og spákonum. Og jafnvel margir kristnir til þess að hafa fengið vitranir hvað koma skal og hvers að vænta, og fólki hlustar. Sumir fletta upp í ritum eins og Nostradamus, og eftir því sem ég kemst næst þá það nú ekkert glæsilegt sem hann hefur fyrir árið 2026. Hér segir: fylgjendur Nostradamusar hafa afhjúpað safn af hryllilegum spádómum tengdum árinu. Og í gegnum söguna hafa einstaklingar komið upp með spár og sumar þeirra hafa ræst. Nostradamus, sem var uppi á 16. öld, hann sagður hafa spáð fyrir nánast alla helstu sögulegu atburði í Frakklandi og kreppur í mörgum öðrum löndum. Sagt að Tycho Brahe, opinber stjörnuspekingur Rudolfs Annars Austurríkiskonungs, að hann hafi spáð fyrir hina miklu plágu sem gekk yfir Evrópu árið 1665, 2 árum áður en hún átti sér stað. Og í apríl 1929, byggt á draumi verðbréfamiðlara sem hafði ráðfært sig við hann, spáði spámaðurinn Edgar Cayce hrun á hlutabréfamarkaði, og 6 mánuðum síðar átti hrunið mikla á Wall Street sér stað. Sumarið 1961 spáði Jane Dixon að Dag Hammarskjöld, aðalritari Sameinuðu þjóðanna, myndi farast í flugslysi miðjan september, og Hammarskjöld lést í flugslysi 18. september 1961. Var allt þetta fólk innblásið af Guði? Höfðu þau spádómsgáfu Biblíunnar? Í Biblíunni finnum við einstaklingar sem Guð gaf spádómsgáfu, fólk sem gekk með Guði. Þau voru ekki endilega syndlaus, en þau reyndu að lifa í samræmi við opinberaðan vilja Guðs. Þau áttu persónulegt samband við Guð. En það eru engar sannanir fyrir því að svo hefði verið með þessa spámenn. Hvernig gátu þeir þá komið með svona nákvæmar spár? Við lesum til dæmis í síðari konungabók 1. kafla að þeir fóru að leita frétta hjá guðunum í Ekron. Spárnar sem þar voru sagðar og upplýsingarnir sem gefnar voru komu beint frá myrkra höfðingjanum. Satan beitir ýmsum brögðum til að beina huganum og hugum manna frá Guði. Og Satan vel fær að spá fyrir atburði og láta þá rætast. En Nostradamus, hann bara falsspámaður sem okkur ber ekki að hlusta á. Okkur ber að hlusta á spámenn Biblíunnar, ekki útsendara myrkra höfðingjans. Og tímariti Karisma kom út með grein hvers vegna árið 2026 stefnir í að vera spádómleg tímamót fyrir framtíðina. Hvernig geta þeir vita það? Hefur Biblían eitthvað að segja árið 2026? Eða eru þeir að leita frétta annars staðar? Síðan spyrja þeir: síðasta fagnaðarár náðar tímans að hefjast í mars 2026? Nei, það það ekki. Fagnaðarár eða jubilee hefur enga spádómlega þýðingu á þessum tímapunkti. Reynda skilja ekki hvað menn að fara nú orðið varðandi þessi fagnaðarár.
Fagnaðarár átti að vera á 50 ára fresti samkvæmt Biblíunni. En nú á dögum virðist það bara vera hvenær sem að páfinn lýsir yfir á þessi fagnaðarár. Hér er spurt, gætu framkvæmdir við 3. musteri gyðinga hafist árið 2026? Nei, það verður það ekki. Og það skiptir ekki máli hvort það sé til staðar, því að musterið sem við eigum að horfa til er musterið á himnum, ekki eitthvað jarðnesmusteri. Kristur sagði, brjótið þetta musteri og ég skal reisa það á 3 dögum. Þá var hann að tala um sjálfan sig, ekki jarðneskt musteri. Við eigum að horfa til Jesú, ekki til Jerúsalem. Og hér segir, hvers vegna 2026 verður versta ár allra tíma? Nú er það? Ég veit það ekki. Við getum ekkert sagt til um það. Kannski verður þetta betra ár, því að Jesú lýsti þessu sem fæðingarhríðum og stundum eru þar slæmar, en svo dregur úr þeim stund. Þannig gæti það alveg gerst að það dragi eitthvað úr áður en það síðan versnar aftur. En þetta er eitthvað af því sem menn að segja árið 2026. Opinbera Biblían okkur eitthvað? Höfum við einhverja vissu varðandi framtíða viðburði, dagsetningar og slíkt? Spáir Biblían fyrir ákveðna framtíðar atburði? Já, hún gerir það vissulega. Það segir mjög skýrt í Jesaja 46:10. Ég, og það er Guð sem að talar, ég kunngjörði endalokin frá öndverðu og sagði fyrirfram það sem eigi var enn framkomið. Ég segi, mín rásályktun stendur stöðug og allt sem mér vel líkar framkvæmi ég. Og við getum treyst áætlun Guðs fyrir framtíðina, því að hann er alvitur og þekkir það sem enn er ekki framkomið. Guð hefur fullkomin skilning á því hvernig allt mun þróast. Og jafnvel þó að við skiljum ekki atburði líðandi stundar, getum við treyst því að áætlun Guðs sé í raun okkur til góðs og honum til dýrðar. Og við getum fundið frið og öryggi í því að vita að tilgangur hans mun sigra og með því að beina ótta okkur og óvissu til hans. En inniheldur Biblían spádóma sem eru sértækir fyrir árið 2026? Biblían segir mjög skýrt í Markús 13:34-36. Svo er þetta sem maður far úr landi, skilji við hús sitt og feli þjónum sínum umráðin. Hverjum sitt verk. Dyraverðunum býður hann að vaka. Vakið því þér vitið ekki nær húsbótin kemur, að kveldi, á miðnætti, í óttu eða dögun. Látið hann ekki finna yður sofandi þegar hann kemur allt í einu. Við erum þjónar í húsi drottins, sem þjónar Guðs ber okkur að vera vakandi og fylgjast með. Ekki varðandi tímasetningar, heldur að fylgjast með hvort að þeir atburðir sem Biblían fjallar séu að eiga sér stað. Atburðirnir sýna okkur skref fyrir skref hvar við erum í straumi spádómanna. Og þó við vitum ekki nákvæmlega tímasetningar framtíðar atburða, þá eigum við að vera stöðugt vakandi. Því það er eins og segir í boðskap englanna 3 í Opinberunarbókinni. Komin er stund dóms hans. Og frá því að fyrsti engillinn sendi skilaboðin á Guðs fólk að vera undirbúið komu hans. Og þegar við sjáum atburði líðandi stundar þá vekur það vissulega oft sorg. Þú getur séð hræðilega hluti sem eiga sér stað. Og hræðilega hlutir munu gerast. Og á sama tíma ef þessir hlutir ættu sér ekki stað, þá værum við ekki á lokatíman. Við værum þá ekki nálægt þeim tíma þegar við sjáum frelsar okkar í skýjum heimis. Og það er það sem við viljum sjá. Er þá hægt að hafa gleði þrátt fyrir atburðina? Við getum haft gleði og lifað á þessum tímum í eftirvæntingu eftir honum sem dó og gaf sjálfan sig fyrir okkur. Og það er einmitt málið og það er áhersla spádómanna. Við vitum ekki tímasetningar. Það er ekki til einn texti í ritningunni sem sýnir nákvæmlega atburði fyrir árið 2026. Enginn veit hvað er að fara að gerast á þessu ári nema það sem Biblían opinberar.
En eiga ekki fleiri spádómar eftir að rætast? Jú, vissulega. Það eru margir spádómar sem eiga enn eftir að rætast. Ekki með tilliti til tímasetninga, en vissulega með tilliti til atburða. Spádómarnir þeir benda ekki til tímasetninga, heldur til atburða. Og það sem við munum sjá á árinu, samkvæmt Biblíunni, er að vald Bandaríkjanna mun vaksa. Í Opinberunarbókinni 13, 11 og 12 segir: og ég sá annað dýr stíga upp af jörðinni og það hefði 2 horn lík lamshornum, en það talaði eins og dreki, og það fer með allt vald fyrra dýrsins fyrir augsýn þess, og það lætur jörðina og þá sem á henni búa tilbiðja fyrra dýrið sem var heilt af banasári sínu. Og nú vitum við að fyrra dýrið er páfavaldið, og á hápunkti þess hafði það vald til að steypa keisurum og konungum af stóli. Það hafði vald til að setja heilar þjóðir í bann þar sem þeim var neitað sakramentið og voru því hættu á að missa af hjálpræðinu. Fólk trúði því að án sakramentisins kæmist það ekki inn í himnaríki. Kirkjan á hápunkti sínum hafði mikið vald og Bandaríkin munu beita valdi til að koma fyrra dýrinu til valda á ný. Það segir Biblían. Alla þjóðir á þessari jörð munu mæta valdi og áhrifum Bandaríkjanna. Og það er það sem mun aukast á árinu 2026. Mun það aukast þannig að þeir munu koma á valdi Rómar út allt og framfylgja sunnudagslöggjöfinni. Ég veit ekki hvort það verður á þessu ári, en það mun gerast. En það sem við vitum er að vald dýrsins mun aukast, líklega í einhverjum skrefum. En hver nákvæmlega næstu skref eru, getum við ekki vitað. Biblían heldur áfram og segir í versi 16 og 17: og það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátaka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönd sér eða enni sín og koma því til leiðar að enginn geti keypt eða selt nema hann hafi merkið nafn dýrsins eða tölunafn þess. Og vald Bandaríkjanna verður notað til að framfylgja kenningum páfa. Og þetta mun gerast allstaðar í múslimalöndum, í guðleysislöndum eða það sem er andatrú eða guðleysi, skiptir ekki máli. Allir munu falla fyrir þessu valdi. Nema þú hafir andlegan styrk sem Guð hefur gefið til að standast gegn árásum páfadæmisins. En við vitum að Biblían segir að þetta mun gerast. Þannig að árið 2026 getum við vita að við munum sjá vöxt Bandaríkjanna. Við munum sjá þetta vegna þess að það er það sem Biblían segir að muni gerast. Í þessari grein fjallaði öll þau áhrif sem páfadæmið hefur og þar segir áhrif Frans páfa á heimsvísu frá fólksflutningum til skatta og gervigreindar vopna. Mikil áhrif sem páfadæmið hefur. Nú er Frans páfi dáinn en páfadæmið er enn hér vegna þess að nýr páfi er kominn. Áhrif Leó páfa eru síður en svo minni en hans. Sjáu þessa grein. Fyrirsögnin er: Rubio fagnar nýjum amerískum krafti í sambandi páfa og hrópar diplomatískum samskiptum Vatikansins. Rósar, já. Og síðan segir neðar í greininni: Rubio sagði að Bandaríkin og Vatikanið ættu í góðu sambandi, en það sé nýtt. Hann útskýrði: nýtt páfaveldi færir nýja stefnu. Dýrin 2 í fullu samstarfi. En þeir vita ekki hvert þetta stefnir. Opinberunarbókin segir okkur hvert þetta stefnir. Í kafla 18 og versi 2. Og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði: fallin er Babylónin mikla og orðin að djöflahenginni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóðslegra fugla. Og athugaðu það að fall Babylónar, það er andlegt. Það fellur andlega. En uppgangur þess er veraldlegur. Hún mun vaksa hvað varðar veraldleg völd.
Og hvernig vitum við það? Því að Biblían segir í versi 3, því að hún hefur byrlað öllum þjóðum af reiðivíni saurlifnaði síns, og konungar jarðarinnar drígðu saurlifnað með henni, og kaupmenn jarðarinnar auðguðust á gnóttum munaðar hennar. Vald páfa mun aukast árið 2026. Auðæfi þeirra sem fylgja páfavaldinu og vinna í samvinnu við það mun aukast. Þjóðir jarðar munu vinna með páfavaldinu í gegnum áhrif Bandaríkjanna. Það er það sem við vitum að mun gerast í meira mæli árið 2026. Daniel segir okkur það í kafla 11 og vers 40 að þegar að endalokunum líður mun konungurinn suður frá heyja stríðið hann og konungurinn norður frá mun þeysast í móti honum með vögnum, riddurum og mörgum skipum og brjótast inn í lönd hans og vaða yfir þau og geysast áfram. Konungurinn suður frá er trúleysi og veraldarhyggja sem einkennir heiminn í dag. Það er þessi veraldarhyggja sem veitti fyrra dýrinu banamein sitt, en konungurinn norður frá mun geysast áfram. Og við sjáum Trump geysast áfram með vagna sína, riddara og skip. Og hann mun geysast meira áfram á þessu ári. Og þetta fannst mér mjög áhugaverð grein. Hvers vegna árið 2026 verður ár Leó. Og nú er það áhugavert að nafni Leó þýðir ljón. Er það ekki djöfullinn sem gengur sem öskrandi ljón, leitandi að þeim sem hann getur gleypt? Hvers vegna verður árið 2026 ár ljónsins? Það segja það hér. Þótt búist sé við að stjórnmála á félagslífið árið 2026 verði jafn stormasamt og alltaf, gæti nýja árið einnig boðið upp á tækifæri til djúpstæðrar andlegrar endurnýjunar í Bandaríkjunum. Það er það sem páfinn vill einbeita sér að, andleg endurnýjun í Bandaríkjunum. Og hvers vegna sérstaklega Bandaríkin? Nú hann er Bandaríkjamaður og fólk er að spá það og vil sjá það verða að veruleika. En það er annað merkilegt sem að segir þarna í þessari sömu grein. Það segir þótt árið 2025 verði að eilífu minnst sem árið þegar kaþólska kirkjan fékk sinn fyrsta bandaríska páfa, er líklegt að árið 2026 verði árið sem hann byrjar að setja sitt mark. Er það ekki áhugaverð orðanotkun? Árið 2026 verður árið sem Leó byrjar að setja sitt mark. Fyrir okkur ætti það að kveikja á hugsunum varðandi spádómana. Og munið hvað segir í Catholic Record London, Ontario, sem við vitnum svo oft í hér frá þessum ræðustóli, það sem að segir: sunnudagur er merki okkar vald. Kirkjan er yfir Biblíunni. Og þessi flutningur hvíldadagsins frá laugadegi til sunnudags er sönnun þess. Þetta segja þau sjálfur. Verður það árið 2026 sem merki dýrsins mun koma fram? Ég veit það ekki. Ég get ekki sagt til það, en vissulega er þróunin í þá átt og það er mjög áhugaverð grein. Þetta er mjög áhugaverð grein og þetta er mjög áhugavert orðaval sem hann velur sér hér. Stundum held ég að Guð leyfi svona hlutum að koma fram til að fá okkur til að fylgjast með og vera vakandi. Því spádómar uppfyllast í skrefum, í atburðum þegar við sjáum hlutina þróast. Hernaður og ófriða tíðindi. Það mun aukast árið 2026 og Markus 24:6 segir: þér munu spyrja hernað og ófriða tíðindi. Gæti þess að skelfast ekki. Þetta á að verða, en endirinn er ekki þar með komin. Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki, þá verður hungur og landskjálftar á ýmsum stöðum. Þjóðirnar eru reiðar, og þær undirbúa sig fyrir stríð og ófriða tíðindi. Þannig að árið 2026 verður ekki friðsælt ár. Þetta verður ár þar sem að átök munu aukast. Ég get ekki gefið þér nákvæmari spá einstaka atburði. Við getum ekki vita nákvæmlega hvaða hópar munu takast á þessu ári.
Allt sem við getum vitað að þessi atburðir munu halda áfram að aukast. Atburðir árið 2026, ónáttúrulegar og náttúrulegar hamfarir. Það getum við vitað. Og þjóðir heimsins eru ráðvilltar. Þær hafa gefið upp sannleikann og það mun verða mikil átök. Þjóð gegn þjóð, segir Biblían. Það það sem Jesús sagði að myndi gerast. Og þegar þetta gerist, þurfum við að vera vitur og sjá tækifærin sem það gefur okkur til að boða fagnaðarerindið fyrir fólki sem kannski hefur aldrei fengið tækifæri til að heyra það. En Jesús vill ekki að við séum óttaslegin. Nei, hann segir hér í Lúkas 21:28, en þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úr yður og lyftið upp höfðum yðar, því að lausniðar í nánd. En raunin svo að ef þetta allt væri ekki að gerast, ef það væri ekki þjóð gegn þjóð, ef ekki væri efnaðsleg eyðilegging, ef ekki væri eyðilegging í náttúrunni, ef það væri ekki stríð og ófriðartíðindi, að þá væri við ekki á endatímanum. Koma Krists væri þá ennþá langt undan. En þetta segir okkur að hún sé nálæg jafnvel við dyrnar. Þegar við sjáum þetta gerast það vegna þess að endirinn að koma og Jesús mun brátt birtast. Og hvernig ber okkur að bregðast við þegar við sjáum alla þessa atburði? Ellen G. White segir okkur það í Counsels for the Church á blaðsíðu 358. Líttu upp og láttu trú þína vaxa stöðugt. Leyfðu þessari trú að leiða þig eftir þröngu leiðinni sem liggur í gegnum hlið Guðs borgar inn í það sem framundan er. Víðáttu mikil ótakmörkuð framtíð dýrðar sem fyrir þá sem hafa frelsast. Þegar heimurinn snýst út í brjálæði og heimsku og stríð og eyðileggingu og efnaðslegar hörmungar getum við aukið trú okkar þegar við nálgumst Jesú. Það það sem við þurfum, að vera sameinuð Kristi, nálæg Jesú til að trú okkar aukist. Því þeir sem eru með Jesú, það eru þeir sem eru útvaldir. Við erum kölluð og útvalin, kölluð til að lifa fyrir húsbónda okkar. Þú ert valinn farvegur fyrir sannleika Guðs. Þannig að árið 2026 verður ár prófrauna og kannski erfiðleika, en samt verður það ár blessana. Guð með okkur, það segir Biblían. Englar munu halda aftur vindunum árið 2026. Það segir frá því í Opinberunarbókinni 7:1. Eftir þetta sá ég 4 engla stóðu á 4 skautum jarðarinnar. Þeir héldu á 4 vindum jarðarinnar til þess að eigi skyldu vindur blása yfir jörðina, né hafið, né yfir nokkur tré. Lof sé Guði að þrátt fyrir stríð og ófriða tíðindi þá eru englarnir, þeir eru til staðar að halda aftur af þessum stríðsvindum. Englarnir leyfa aðeins það sem Guð leyfir. Og þessir englar halda enn fast og koma í veg fyrir að djöflar taki yfir mannanna börn og sökkvi heiminum í ógnir og hamfarir. Hinir vitru munu skilja. Daniel segir okkur það í kapla 12 og versi 10. Margir munu vera klárir, hreinir og skýrir, en hinir óguðlegu munu breyta óguðlega og engir óguðlegir munu skilja það, en hinir vitru munu skilja það. Við höfum tækifæri til að vera vitur og gera aðra vitra. Vitrir munu skilja það sem að gerast, þó þeir séu varkárir. Það engin ótti. Þó við sínum varkárni þá engin ótti. Við þurfum ekki að óttast atburði framtíðarinnar. Það segir í bókinni Christ Triumphant á blaðsíðu 316, en þjónar Guðs eiga ekki að treysta á sjálfan sig í þessari miklu neyð. Komandi atburðir í höndum Drottins. Við getum haft skilning þó stundum sé myrkur og þó stundum getur hlutirnir í lífi okkar verið óljósir. Og þú veist ekki nákvæmlega hvað þú þarft að gera. En þegar þú varðveitir trún á Jesú, mun hann opna leiðina. Hann mun sýna þér rétta leið. Hann hefur loka atburði framtíðarinnar í höndum sér og einnig atburðina í þínu persónulega lífi.
Við erum kannski máttlausi að hafa áhrif á heimsatburðina, en það er heldur ekki það sem Guð kalla okkur til að gera. Jesús sagði, ríki mitt er ekki af þessum heimi, ekki ennþá. Það verður það en ekki alveg strax. Og þannig er máttur kristinna manna, máttur kærleika og heilbrigðs hugafars, á meðan heimurinn verður brjálaður, á meðan örlög þjóða eru föst og dómur Guðs hvílir á þjóðum heims. Þá segir Biblían okkur að okkur sé gefinn andi máttar, kærleika og stillingar. Í miðjum ótta erum við trúföst og í miðju vonleysi er von og í miðju hatri munum við hafa kærleika og vinna verk Guðs. Kraftur, kærleikur og heilbrigt hugafar er fyrir þá á árinu sem treysta Guði og það er mikið bless. Svo hvaða ótta sem þú getur staðið frammi fyrir, hvað sem þú ert að gangi í gegnum, þá munt þú hafa stillingu til að fara í gegnum það þegar þú ert og lest orð Guðs. Það segir í bókinni Counsels on Health á blaðsíðu 629. Sönn trú göfgar hugan, fínpúsar langanir, helgar dómgreindina og gerir þann sem yfir því býr að þáttakanda, hreinleika og helgi himmisins. Það færir engla nær og aðskilur okkur meira frá anda og áhrifum heimsins. Andi heimsins er Satan. Þegar við hugleiðum Krist munum við hafa meira af Jesú, meira af englum og minna af djöflinu. Er það ekki það sem við viljum? Það er það sem ég vil. Og ég bið að það sé það sem okkur mun öðlast á árinu. Og hún heldur áfram og segir, það kemur inn í allar athafnir og tengs lífsins og gefur okkur anda heilbriðs hugar. Niðurstaðan er hamingja og friður. Andi heilbriðis er heilagur andi. Og við verðum að taka við heilagum anda í sannleika í hjartað. Þá getum við haft heilbrigt hugafar á þessu ári. Og það segir líka hér í Adventist Home á blaðsíðu 550. Á þeim degi munu hinir frelsuðu skína fram sinn dýrð föðurins og sonarins. Englar himmisins sem snerta gullhörpur sínar munu fagna konunginum og þeim sem eru verðlaun sigur hans. Þeir sem hafa verið þegnir hvítir í blóði lamsins. Þeir sem eru vitrir verða hvítir, hvítþegnir og ganga inn í himnaríki. Sigur söngur mun hljóma og fylla allan himinin. Kristur hefur sigrað og við munum bera þess vitni að þjáning hans og fórn var ekki til einskis. Látum ekki fórn Jesú Krist verða til einskis á árinu 2026. Vegurinn framundan, leiðin framundan, við vitum ekki með vissu. Við vitum að sumir atburðir geta á sér stað, en hvort það verður á þessu ári vitum við ekki. En það sem ég veit er að við getum haft heilbrigt hugafar. Við getum haft meiri trú, við getum haft og fengið meira af Jesú. Og við getum fengið meiri blessanir. Og að lokum kemur Kristur í skýjum himins og ég segi, kom þú, drottinn Jesús.